fjölmenningarsamfélag, þar sem Íslendingar, nýir sem ættbornir, birta fjölbreytileika í viðhorfum, venjum og lífsskoðunum. Hlutfall Íslendinga sem eru af fyrstu eða annarri kynslóð innflytjenda nú komið yfir 17%, samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands. Og vill þessi hópur eðlilega varðveita þá menningar og trúararfleifð sem skilgreinir þau, á sama hátt og Íslendingar erlendis varðveita menningareinkenni sín. Þessi þörf að varðveita eigin menningareinkenni birtist skýrast á hátíðum og helgum stundum. Og Íslendingar erlendis þekkja vel að fá sent fyrir jólin bæði hangikjöt og grænar baunir heimshorna á milli. Ísland fjölmenningarsamfélag, það þarf ekki að deila, en við getum sem samfélag valið að fagna þeim fjölbreytileika eða tortryggja hann. Við þekkjum öll þær afleiðingar sem slík tortryggni hefur haft í mannkynssögunni. Samhliða því að vera prestur við Fríkirkjuna í Reykjavík hef ég undanfarin ár starfað við kennslu og rannsóknir í guðfræðideild við Háskólann í Münster. Hluti nemenda minna á námsbraut sem leiðir til embættisprófs í guðfræði og stefna því á presskap, en meiri hluti nemenda minna eru kennaranemar sem stefna á kennslu í grunn- og framhaldsskólum. Flest eru þau með 2 námsgreinar í sérhæfingu sinni og læra því kristinfræði á móti annarri námsgrein. Í Þýskalandi kristinfræði kennd í öllum bekkjum grunnskóla og gagnfræðiskóla. Í framhaldsskólum hægt að velja fagið sem aðalfag til stúdentsprófs. Þá kristinfræði kennd sem skyldufag við tækniskóla til útskriftar og brautum til sveinsprófs í iðngreinum. Þessar áherslur í þýskum námskrám fyrir grunn- og framhaldsskóla byggja á stjórnarskrár vörðum rétti nemenda til fræðslu eigin trúarhefð. Í 4. grein þýsku stjórnarskrárinnar fjallað trúfrelsi, sem sé friðhellt og að trúariðkun megi ekki trufla. Hefur þessi grein sérstakt vægi í ljósi trúarofsókna Þriðja ríkisins og trúaróþols guðleysis stefnu kommúnista í Austur-Þýskalandi. 7. grein tryggir síðan trúfræðslu, en grunnskólum ber að fræða nemendur þá trúarhefð sem börnin tilheyra eftir vali foreldra. Markmið fræðslunar tvíþætt. Annars vegar skyldufræðsla trúarbrögð til að styrkja menningarlæsi á þýska og vestræna menningu og auka þannig fjölmenningarfærni nemenda. Hins vegar fræðsla eigin trúarbrögð, sem snýst að styrkja nemendur í eigin trúarhefð, með fræðslu megin inntak og sögu þeirrar hefðar. Námsefnið fyrir kristin ungmenni unnið í samstarfi við kirkjurnar og fyrir múslima og gyðinga í samráði við trúarsamfélög þeirra. Menningarlæsi grunnforsenda fjölmenningar. Og sama hátt og ungmenni þurfa grunn í eigin móðurmáli til að ná tökum á erlendum málum, það grundvallaratriði að þekkja eigin trúarhefð til að geta sýnt öðrum virðingu. Fyrsta reynsla mín af þýskri fjölmenningu var ráðstefna á vegum samkirkjulegra samtaka í Wuppertal, þar sem fjallað var samskipti múslima við samfélagið. En múslimar í Wuppertal 15% íbúa. Trúarleiðtogar múslima heimsóttu ráðstefnuna og sögðu frá verkefnum með ungu fólki, þar sem markmiðið var samtal trú og menningu. Helstu hindrunina sögðu þeir vera vanþekkingu kristinna Þjóðverja á eigin trúararfi, sem gerði samtali og samanburði erfitt fyrir. Þetta vita þýsk menntaryfirvöld og því hefur á undanförnum árum verið lögð meiri áhersla á trúar- og trúarbragðafræðslu í skólum. Á heimasíðu menntamálaráðuneytisins tekið fram að auk siðfræði megin áhersla lögð á læsi á helgum ritningum hverrar trúarhefðar fyrir sig. Þar tekið dæmi af nýliðnu siðbótarafmæli, þar sem haldið var á lofti þeim grundvallandi áhrifum sem siðbótin hafði á þýska almenningsmenntun, með áherslunni á að allir ættu að hafa aðgengi
að heilagri ritningu. Biblíufræðsla er því í forgrunni hjá nemendum á öllum skólastigum. Þeir foreldrar sem ekki tilheyra kirkju eða trúarsamfélagi geta valið hagnýta heimspeki sem kemur þá í stað trúarfræðslu sem skyldufags. Kristinfræðikennsla í skólum á Íslandi hefur verið felld undir samfélagsgreinar, en sú stefna er í gagnstæða átt við þá menntastefnu sem fjölmenningarþjóðir Evrópu hafa. Engum dytti í hug að halda því fram að íslenskukennsla ýti undir þröngsýni og fordóma. Þvert á móti styrkir íslenskukennsla skilning innflytjenda á íslensku samfélagi. Umburðarlyndi verður aldrei aukið með fáfræði, heldur með menntun sem miðar að því að auka menningarlæsi, styrkja þekkingu nemenda eigin trúararf og miðla upplýstu umburðarlyndi á milli trúarhefða. Í þeim anda höfum við fríkirkjufólk boðið fjölbreyttum röddum að tala til þjóðarinnar á jólum og munum gera okkur far að samfagna Íslendingum með annan trúarbakgrunn á þeirra helgu tíðum.